Það verður að teljast mjög ólíklegt að íslensk stjórnvöld komi til með að sækja aðild eða einhvers konar auka aðild að NAFTA og það einkum tvær ástæður sem ráða því. Svo fyrr eru mjög skýrar kröfur Bandaríkjanna niðurfellingu tolla á landbúnaðarafurðum sem eitthvað sem þeir leggja ávallt mjög mikla áherslu á í öllum sínum fríverslunarviðræðum og sökum þess að þá verður það svona teljast ólíklegt að það myndi nást einhverjir samningar sem samræmdust stefnu íslenskra stjórnvalda í landbúnaðarmálum. Seinni ástæðan sú að Ísland hefur nú þegar gert fríverslunarsamning við Kanada og Mexíkó og hefur þar af leiðandi aðgang að mörkuðum tveggja NAFTA-ríkja af 3. Og við fyrri samningur var gerður 2001 við Mexíkó og samningurinn við Kanada var gerður 2009. Og vegna þessara fyrirliggjandi tveggja fríverslunarsamninga þá hafa íslensk stjórnvöld svona talið að nærtækari kost að sækjast fremur eftir tvíhliða fríverslunarsamningi bara við Bandaríkin fremur heldur en fullri aðild að NAFTA.